Samkeppni bæði að finna út hverjar þarfinnar eru og síðan hins vegar hvaða leið best að fara að uppfylla þær. Ég spái því að orkuverð til almennings hækki 50% á næstu 5 árum, nafnverðshækkun. Orðin einhver svona útbreidd skoðun að réttlæti sé eiginlega sam og hefnd. Telja sig allir eiga rétt á hínu og þessu frá ríkinu vegna þess að einhver annar hefur getað áunnið sér það. Þú heldur hins vegar eins og Greta Thunberg að það séu kannski 15 ár eftir af mannkyninu á jörðinni til hvers að standa í þessu. Í dag verðast allir kjarasamningar ganga út á það að stytta vinnu. Að minnka vinnu, stytta vinnu, minnka viðveru og þar með auðvitað virði í þjónustuna sem að starfsmaður að veita. Á Landspítalanum búið að vera að drepa hana starfsanda algjörlega miskunnarlaust í 15 ár. Og þú nærð aldrei árangri með slíka stjórn. Þetta stjórnunarvandi, þetta ekkert flóknara en það. Við erum með alls konar sem við höfum fengið í arf sem hugsanlega betra fólk en við gerðu okkur kleift að njóta og við bara einhvern veginn kunnum ekkert að meta. Jæja, góða kvöldið. Heyrist ágætlega í mér. En það ekki bara, mætti vera aðeins herra. Heyri, ég heiti Þóran Hjartarson og stýri hlaðvarpinu Ein Pæling. Það mjög vel mætt hérna. Takk æðislega fyrir að koma. Það ennþá fólk að koma sér inn. Mér skilst að þið getið sótt stóla fram ef þið lendið algjöru basli. En hérna sjáum bara til hvernig ykkur gengur með það því ég að fara að einbeita mér öðru. Heiðar Guðjónsson, Þórður Pálsson, hvað segið þið? Ég segi bara mjög gott, takk fyrir og gaman að vera hérna með ykkur. Já, ég mjög hress og gaman að sjá svona marga koma hérna og líku við að maður verður bara hálf nervus að sjá allt þetta fólk en svo vonum að valdi ykkur ekki vonbrigðum en ykkur kann kannski að bregða á eins að kannski einhver ykkar hafi hlustað á podcast með mér og Heiðari áður og sjálfur þá hlusta ég á podcast, ég út að labba með hundinn og hundur nú bæði lítill og fótstuttur þannig að þolir yfirleitt ekki mjög löng podcast þannig að ég hlusta yfirleitt á hraðanum 1,5 til 1,7 þannig að þegar ég hitti síðan fólk sem ég hlusta á í podcasti þá bregðu mér alltaf hvað það tala rosalega hægt fyrir að velta fyrir mig hvort það sé lyfjað eða eitthvað. Ég reyndi að gera þetta líka ég verð alltaf svo stressað þegar ég í hlaðvörpum þannig, menn finnst ég tala sjálfur svo hægt og það vanlega þegar ég að hlusta á aðra þá hlusta ég á 2x eða eitthvað þannig og þá líður mér eins og allir talið þannig. Þá verð ég alltaf skýt stressaður þegar ég fer í útvarp eða eitthvað þannig og líður mér eins og sé að tala gríðarlega hægt. En mín hugmynd að þessu var ekki bara að halda þetta podcast. Ég vissi að þið tveir myndu draga að ykkur, þetta reyndar gríðarlegu fjöldi en og sem ég mjög ánægð með en ég vissi að fólk var áhugasamt að sjá ykkar sýn á stöðun í dag. Og ég búinn að senda á ykkur þú reyndar rakst það eftir með Þórður í því að hvað við ætlum að tala en ég vissi að við gætum svo sem farið með gert þetta fingrum fram en það sem mér langar svolítið að gera í dag að móta ákveðin grundvöll af því hvert við stefnum. Það rosalega mikið hugsað í kjörtímabilum. Það einhvern veginn eins og öll teikn séu þannig að hlutinni séu að fara að versna og það líka eins og við séum búin að sætta okkur við það að það séu að fara að versna en þið eru bjartsýnismenn eins og ég nú sagt við ykkur báða ég meira sagt að við ykkur að þið báðir taliði mitt það Heiðar, svo við byrjum að þér tilefni til mikilla bjartsýni eins og staðan í dag? Já, á Íslandi þá alveg tilefni til þess og eins og hlutabréfamarkaðurinn búin að vera ömurlegur í 3 ár þá hann allur að braggast þannig að það ekkert slæmt og þá fer kannski fólk að spyrja sig hvernig fer þetta saman að efnahagsástandið sé að versna en hlutabréfamarkaðurinn að braggast og þá það þessir fjármálamarkaðir blessaðir að þeir eiga til að vera aðeins framsýnni heldur en hagtölunar og sérstaklega á Íslandi þar sem Hagstofan náttúrulega með allt niður sig í þessum hagtölum þar sem þeir gleyma Apple Pay þeir eru að taka saman kortaveltu og eitthvað sem lítil börn gætu séð að þyrfti að gera þannig að hagtölunar sem að koma núna eins og maður sér 22 hagtöluna árið 2022 hafa okkur sagt að veri 5% hagvöxtur í lok árs en nú komið ljós hann var 9,2 og hafa miklu verið hagvöxtur líka 21 og
miklu meiri hagvöxtur 23, núna að koma ljós, hann vantilega yfir 5%. En 24, ég alveg vonaði að vera hagvöxtur núna og ég á svo sem vona hagvöxt á næsta ári en það verður auðvitað ekkert í líkingu við 5-9%. En Þórður, bjartsýnn? Já, ég bjartsýnn og ég alveg sammála því sem Heiða sagði að við erum í svolítið svona blues núna þannig fólk fara að gera ráð fyrir að stýrivextir verði 9,25% til eilíðar og kannski verðlagning og verðbréfamörkuðum fann kannski einhver leyti að taka mið að þeirri svartsýni og en auðvitað stýrivextir býta og þess vegna verðbólgan leiðir niður og nafnvextir munu lækka þó að raunvextir verði kannski og þurfa að verða áfram háir en við horfum svona bara á þetta líka sko almennt út á svona lífsýni að vera bjartsýnn þá held ég að sé alveg full ástæða til bjartsýni en það sem kannski margir hafa verið að tala og ég heyrði Sigmundur Davíð var að tala í podcasti þegar daginn hnignun vestrænna siðmenningar það held ég sé í raun og veru eiginlega úr lausu lofti gripið. Það eru vissulega blíkur á lofti og það eru verkefni framöndan en tíminn sem við lifum á í dag og öll þessi andstaða og þessi niðurrifs starfsemi sem við sjáum í gangi það ekkert nýtt, það hefur alltaf verið þannig. Það innan við 100 ár síðan að heimurinn fór í gegnum tímabili sko með nasismann og kommunismann og það verið alls konar trúar og ofstækishreyfingar í gegnum söguna og út frá mörgum trúabröðum og það sem við stöndum frammi fyrir það þetta eilíða verkefni, það að vernda þessa sko vestrænu siðmenningu sem við viljum standa vörðum og sem við trúum á og það á auðvitað álít ég siðferðileg skylda okkar að vera bjartsýn vegna þess að við höfum áhrif á framtíðina og ef við leggjumst í barlóm og viljum ekki berjast fyrir því sem mikilsvert og það sem hefur skapað okkur þetta besta samfélag sem að heimurinn hefur nokkuð tíma séð sem að við búum í dag þar sem að jöfn réttindi fólks af mismunandi kynþáttum, kynhneigð og kyni og ég veit ekki hvað og hvað þú kannst sennilega telja þetta betur en ég hafa aldrei verið jafnari en samt höldum við allt sé ómögulegt og sé að fara til andskotans. Það bara rangt en hlutinir, þú getur hvorki eignast hluti inn í haldið þeim án þess að berjast fyrir þeim og til þess að berjast fyrir þeim þá þarf að vera bjartsýnn að það skili einhverju tilgangi þannig að ég mjög bjartsýnn. Akkurat, og sko nú voru komað fram það var skoðanakönnun held ég núna sem ég var að heyra í fréttunum rétt áðan að miðflokkurinn orðinn einn af stærri flokkunum á þingi held ég bara fyrir utan Samfylkinguna orðinn stærri en Sjálfstæðisflokkurinn þannig að þó svo að þú segir að Sigmundur Davíð sé að færa rauk fyrir þessu á röngum forsendum að þá breytir það því ekki að hann að ná til margra. Ég held að Sigmundur Davíð sé ekki að sópa til sín fylgi með út á það að halda að vestræn siðmenning sé hnignandi en ég held að það sé frekar á það sem hann hefur gert til þess að reyna að koma í veg fyrir það sem að fólk vilji frekar þannig að ég álít það nú enga þversögn. Já, má líka bæta við að þessi hugmynd vestræna siðmenningu eins og Douglas Murray búin að gefa út 4 bækur og þetta á síðustu 15 árum það var ákveðin ofsa bjartsýni sem kom eftir hrun kommunismans, eftir fall Múrsins og ráðstjórnaríkjanna og 92 gefur Fukuyama út bókina The End of History and the Last Man það sem var búið að klára bara málin og Huntington kemur 96 með Classes of Cultures sem síðan fekk miklu meiri og betri viðtökur en það var hún trúverðugur í skýring á því hvar við stæðum en það búið að vera ákveðið menningarstríð í gangi í 20 ár en sem betur fer sér maður svo marga svona bjarta punkta í því stríði þar sem þeir sem eru með finnst mér fráleita skoðanir að hörfa og hinn klassísku gildi svolítið að sækja fram aftur. Þannig að ég alveg sammála Þórður með það að þessi svona alþjóðlega umræða hnignun vestrænna gilda, hún kannski átti meiri rétt á sér fyrir 10 árum síðan. Já, ég nefnilega búin að pæla mikið í þessu og ég hef haldið fram eins og Christopher Hitchens að við höldum mikið í þau réttindi sem við erum ekki tilbúin til þess að berjast fyrir. Þú nefnir einmitt Douglas Murray sem að sagði einfaldlega að það væri stríð á hendur vestræna menningar með sinni síðustu bók War on the West. Sko, ég velti fyrir mér, sko, ég búinn að vera einhvern veginn að skoða það, svona, hver eru afleiðingar af þessu og
mér finnst ein afleiðingin vera svo að það virðist vera lögmál að fjölgun stofnana komið til með að sko ekki bara mótast heldur vera. Að við erum búið til nýjar stofnanir og hana nýjar stofnanir. Brynjar Níelsson, síðasta víð, komið til mannréttindastofnunar. Það var eins og þegar Hannes Hólmsteinn fór í Seðlabankann. Já. Þórður, hvað þegar þú sást þetta fréttir, Brynjar Níelsson, ég held nefnilega, ég er búinn að bjóða honum að hitta með á einhverjum bekk þar sem enginn sér hann sko, því ég held í alvöru tala að það er búið einhverjum að klófesta hann og það er búið að passa upp á það að hann mun ekki tala af sér og hann er Winston Smith í 1984 og hann í rauninni er komið núna á þann stað að kerfið er búið að klófesta hann svo mikið að hann er tilbúin til þess að elska stórabróður. En með þessar stofnanir, Þórður, ég veit að þú hefur verið gagnrýninn á svona umsvif hins opinbera, sérstaklega í því svona efnahagsástandi sem við erum þó svo að séu bjartar horfur. Hvernig finnst þér staðan að því var í dag? Sko, fyrst ekki það eftir beinlínis að koma Brynjar til varnar, en þá vil ég minna á það að Jósef Schumpeter sagði eftir að hann var fjármálaráðherra í stuttri stjórn sósíaldemókrata upphafi stuttisaldar að þegar maður væri að fara að fremja efnahagslega sjálfsmorð væri nauðsynlegt að hafa lækni við höndina en hann endist nú vísi ekki lengi í því starfi og var ekki við góðan orðstýr og ég spáði nú ekki Brynjari langlífi inn í mannréttindastofnun. En ef við horfum á bara svona stofnanir almennt þá held ég þetta sé auðvitað sko hluti af þessari heimsýn sem að hefur verið þetta stjórnlyndi og sem verið sósíalismann og það er svona gengur út á það að það er ríkið sem á að gera allt og það er svona mikill munur held ég á heimsýn, annars vegar frjálshyggju og hins vegar sósíalisma. Að sósíalismi hann telur að með hugsmíð sinni og hugsjónum að þá geti hann skapað einhverja hugmynd og skapað einhverja hugmynd um fullkomna réttlæti og síðan eiga öll lög og alla reglur að míða að því réttlæti. Frjálshyggja aftur á móti, hún stefnir ekki að þessum skilningi að einhverju hugmynd að réttlæti heldur bara samfélag sér réttlátt og hvernig sér hann það fyrir sér að hann gerir það frjálshyggjan með því að það sé hlutverk laga og réttar að skapa frið í þjóðfélaginu til þess að þegnarnir sjálfur geti hver sig farið sína leið og rétturinn sér til þess að það setur hömlur á aðra einstaklinga þannig að hver og einn getur unnið að sínum markmiðum. Þannig að annars ertu með hugmyndinu það að ríkið að það skapi grundvöll fyrir einstaklingana að ná sínum markmiðum og hins vegar það sé eitthvað eitt markmið og ríkið er stefnan þín. Og þess vegna kemur þetta alltaf að sem við erum í dag og öllu segir sko nýju réttindi að það telja sig allir eiga rétt á hínu og þessu frá ríkinu vegna þess að einhver annar hefur getað áunnið sér það. Það er að segja að í stað þess að fólk að því sem skapa grundvöllur til þess að vinna sér inn til þess að ná sínum markmiðum, uppfylli sína drauma að þá er ríkið að úthluta öllum gæðum til allra og þetta er nefnilega það sem við erum að sjá með allar þessar stofnanir að í stað þess að ríkið sé bara að setja almennilegar leikreglur og hætta að þvælast fyrir að þá er í raun og veru ríkið í dag sem humdaríkinu það er að teima alla með hringi gegnum með því að bara eins og svín með hringi í nefinu teima þá að þessum markmiðum sem að þau hafa sagt að séu réttlátt og skynsamleg. Það er eitt í þessu sem langar ekki að lemna það er hefur verið frekar fyndið með PR hægrisins og vinstrisins á sama tíma að það að telja fólki í trúum að þú getur stillt af allar aðgerðir, allar sérþekkingu og allt mannlegt líf að því leitinu til að þú getur gert það réttlátu samfélagi hefur verið svona afstaða þess sem er ekki hrokafullur. En aftur á móti sá sem að segja nei, ég held að ég sé bara búið ekki við þá sérþekkingu í dag að telja mér og öðrum í trúum það að ég geti stillt af allt mannlegt samfélagi þannig að það verði réttlátt. Ég bara tel mig ekki bara verið stakk búin til þess. Það er hrokafull afstaðan. Já, og svo líka bara orðin einhver svona útbreidd skoðun að réttlæti sé eiginlega sam og hefnd
að eins og við sáum í kringum Black Lives Matter og við sáum í kringum alls konar mál sem hafa komið upp, að þá einhvern veginn og Evrópa hefur legið undir þessu og Murray búin að fara í gegnum þetta margoft að þetta snýst ekki bara réttlæti, þetta snýst ekki bara jöfn tækifæri, þetta snýst fyrst og fremst jafna útkomu og núna á að jafna leikinn hugsanlega út af einhverju sem gerðist hugsanlega fyrir 200 árum síðan og þetta gengið svo ótrúlega langt að þetta náttúrulega bara veldur alveg gríðalegri svona einhverju tjóni í stað þess að menn séu einbeita sér að verðmætasköpun og horfa bjarti til framtíðar og þá að jafna sakir fyrir eitthvað sem gerðist hjá öðrum kynslóðum fyrir mörgum öldum síðan og þetta náttúrulega ekki leiðin fram á við. Nei, ég held að við munum aldrei koma til með að sjá fórnarkostnaðinn að geta reiknað okkur niður á þann fórnarkostnað sem að réttrúnaðurinn hefur ollið okkur og ég meira þess að sko, ég var að með ykkur áður en byrjum að taka upp að kringum COVID að þegar ég var með seinasta live show þá var ég með rauninni bælt niður út af því ég var með skoðunir í kringum COVID og Facebook rauninni var búið hérna svolítið eyðileggja það fyrir mér en mér finnst við ennþá vera í svona svolítið COVID hugsunar hætti það er að segja að til að mynda bara þegar við viljum húsnæði þá var það öryggi á tíma COVID þegar við viljum húsnæði við hvað tölum við stjórnmálamenn við tölum við einhverja sko millistjórnendur og HMS sem hefur endan dag í dag ekki tekið eina góða ákvörðun við tölum við fólk sem rauninni bara búið að sína sig í stakkbúið til þess að gera hlutina illa varða húsnæði en við tölum aldrei við þá sem að byggja húsnæði. Já, ég vil líka komið að þetta og þú nefndi sko það sem þú talaði sem PR hægrisins að ég held reyndar að sko PR hægrisins á Íslandi að minnsta kosti fór ég það byrja 15 ára frí frá hruni þannig að þetta og allir stjórnmálamennir sko þeir í stað þess að sko reyna að hafa stjórn á kerfinu og vinna fyrir umbjóðendur sínar að þeir samsömuðu sig allir kerfinu, þeir gengu kerfinu og hönd og það er alltaf núna mjög áberandi að það er talað tvenns konar ákvarðanir, það er þess faglega ákvörðun og svo pólitíska ákvörðun, þar sem að pólitíska ákvörðun er eitthvað slæmt og þess vegna sjáum við náttúrulega til að mynda hvernig sko embættismannaklíkan sko hefur náð að klekkja hverjum dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins á fætur öðrum og það kemur einhver Evrópudómstóll að vísa með Íslendingi sem að segir að Alþingi Íslendinga megi ekki skipa hæfa menn sem dómara, þetta er náttúrulega alveg fullkomlega galið, þannig að embættismannakerfið fara að taka yfir æ meira og það þetta í eðli sínu hluti af þessu vegna þess sko sem hugsanlega sem ég var að segja áðan að stýra og vegna þess að sko ef þú ert með einhverja stofnun og þú veist að hefur stofnun einhver tilgang og þetta samsamaruðu þeim tilgangi stofnunar að viðheldur sko eigin starfsemi en það auðvitað hefur vantað að stjórnmálamenn stígi niður fætur vegna þess að sko við erum ekki að kjósa þessa stjórnmálamenn til þess að vera klappstýru fyrir ráðuneytin heldur til þess að marka stefnu og setja kerfinu stefnu og setja kerfinu mörk og vinna fyrir umbjóðendur sína með því að búa þeim þessi skilyrði til þess að skapa verðmæti. Já, og þess vegna alveg svo við fagnum samkeppni í markaðsskipulagi að þá eigum við þetta að fagna samkeppni innan stjórnskipulaga líka. Eins og í Svissa sem eru 27 kantónur að tölu 4 mismunandi tungumál að það er samkeppni á milli sveitafélaga í sköttum, það er mismunandi námskrá, það er mismunandi skólafrí, það er mismunandi vinnulöggjöf og þetta býr til samkeppni og það er sumir vilja frekar búa í svona samfélagi, aðrir í þessu samfélagi en hérna er verið að þrýsta þessu öllu saman í eina lausn og við vitum það, við búum ekki til framúrskarandi tækifæri hérna að þá missum við þetta hæfasta fólkið og í framhaldi af því hæfustu fyrirtækin úr landi þannig að fólk þarf að taka þessu alvarlega og þá í framhaldi af því sem Þórður var að segja með embættismannakerfið að ég einhver hluta vegna hef mjög mikinn áhuga á veitustarfsemi og það virðist enginn hafa áhuga á því nema ég sem er mjög gott fyrir mig og svo fer maður að skoða fráveitur, það er ennþá færri sem hafa áhuga á því heldur en dreifingu vatns og rafmagns og þetta er sannkallaður skítabusiness og þetta er þannig að í dag er þetta allt á forræði hins opinbera, þetta er allt sveitafélögin sem eru með þetta og við erum búin að samþykkja núna nýja reglugerð sem er búið að innleiða hér á Íslandi frá Evrópu sem horfir ekkert til sérstöðu Íslands og það verður enginn sem andmælti þessu. Þetta þýðir það að við þurfum núna vegna þess að sjórinn tekur vel við hjá okkur og þessi mengandi efni sem koma úr frárennslinu
þau í raun og veru balanserast í hafinu út af saltinu og út af sólinni á klukkustundi eða svo. Og við erum það að fá hérna að þetta bara nánast eins og áburður í hafið. En við erum sett undir sama hatt og landleiksa ríki í Evrópu núna með hvernig við eigum að vinna úr frárennslinu. Og miðað við dæmi sem við eigum eins og frá Svíþjóð sambærilegar svona inn í landi vinnslur sem eru þar og við þurfum að setja upp hérna meira segja út við sjóin. Það voru þetta fjárfesting á Íslandi upp á 300 miljardar sem mun engu skila. Og þetta eru 300 miljardar. Þetta jafn mikið og þessi nýið samgöngusáttmáli. Þetta helmingi meira heldur en nýr Landspítali. Og það enginn sem segir neitt. Þetta bara einhvern veginn svona rennur í gegn. En af hverju gerast þetta? Því að það sem ég alltaf að reyna að velta fyrir mér sko af hverju það ekki krafist, þessar stjórnmálamenn, sérstaklega þegar það Sjálfstæðisflokkurinn sem í stjórn, af hverju ekki krafist meiri, hvað ég var að segja, skilvirkni. Það bara eins og skilvirkni sé ekki bara á boðstólnum einu sinni. Það er bara alltaf lagi. Já, það sko alveg landlægt í stjórnsýslu Íslands að það er ekkert tillit tekið til kostnaðar. Það er ekkert hugtæki, fórnarkostnaðar er ekki til. Og mér dettur í hug, ég sá annarkvæmt í gerða fyrir dag viðtal við einhvern formann loftslagsráðs þar sem hann lýsti yfir miklum vonbrigðum með það að viðskiptaráð skildi vera með andstöðu við einhverja loftslagstillögur. Og það sem að viðskiptaráð hafi gert var það að þeir hafi kostnaðmeta tillögurnar og sagt ok, þetta er það sem við þurfum að fórna til þess að ná þessu fram. Það var talið vera vonbrigði. Það sama, svo við séum á svipuðum slóðum, að það var þegar að Svandís Svavarsdóttir felldi niður Kyoto-ákvæðið 2009, þá sagði hún í viðtölu við Fréttablaðið, ég er ekki fulltrúi einhverja ákveðna hagsmuna fólks heldur náttúruna sjálfar. Og þetta þetta dæmi að þetta er svona transcendentalismi, þetta er bara trúarlegt, að þið bara trúa á umhverfið. Og eins og ég nefndi áðan með þetta hugmyndu réttlæti, þetta er bara að stilla upp einhverju svona ídeal stöðu sem að síðan á að vinna af no matter what. Og þá er þetta oft bara eins og þess að deila við í venjulegum viðskiptum þá ertu að deila, þess að það er kostnaður og það er ábati. Og það gengur ef að tveir aðilar eiga ákveðna hagsmuni undir og þeir þurfa að koma til samkomulagi. En þú ferð ekki og til þess að prúttar við biskupinn til við Guðs eða að rabbía svínakjötsá. Og vegna þess að þetta eru hugmyndir sem ekki á þessum heimi og það sama er mikið af réttlætishugmyndum og alveg tvímælalaust loftslagshugmyndina. Vegna þess að ef að milljarða ef ekki triljóna fjárfesting sem við eigum að fara að leggja út af í loftslagsmálum, ef hún þolir ekki kostnaðar ábatagreiningu, til hvers á stað farið. Það er ekki til þess að gera lífið betra vegna þess að þá myndur við vilja meta það hvort að þessum peningu verið betur var einhvern annan hátt til þess að gera lífið betra. Það er vegna þess að fólk einhverja hluta vegna trúir á loftslagið. Og það er vandamálið og það er þess sem að kostnaðar ábatagreining hefur lítið verið iðkuð í íslenskri stjórnsýslu. Já, og fyrstu merkin sem að sáu almenna innleiðingu og kostnaðar ábatagreiningu, það var hjá Reagan á seinni kjörtímabili hans og menn hér í Sjálfstæðismegin, Friðrik Sophusson sérstaklega og Þór Sigfússon sem var þá aðstofamaður hans í fjármálaráðuneytinu segjum 95-6, þeir voru með hugmyndur að það er sett í reglur á Íslandi að engin reglugerð væri innleidd án þess að vera búið að meta bæði kostnað á ábata. Og þetta er kannski 96, við værum á miklu betri stað ef að þessi einfalda regla hefði verið í heiðri og höfð. Og þess vegna ef maður horfir svona fram á við þurfum bara að temja okkur aðeins betri vinnubrögð, þá erum við allt öðrum stað. Hvað út af því að það er svo auðvelt að sitja og bara gagnrýna, hvernig leiðin fram á við, ef við byrjum að þér Heiðar, hvernig sérðu fyrir skrefin fram á við, það er bjartsýnistími, en samt erum við einhvern veginn út af því að það sem að mér hefur líka ástæðan fyrir ég líka sagði að við værum í svona COVID-hugafæri út af því að við spyrjum okkur ekki lengur stóra spurninga eins og þegar
voru harðar aðgerðir, þá vorum við ekkert að spyrja okkur hvort við ættum að hafa harðar aðgerðir, við varum að spyrja bara hversu harðar. Við varum að spyrja okkur hvort það ætti að vera 15 manna eða 20 manna eða 50 manna takmarkanir. Við ættum að spyrja hvort við verðum með eitthvað QR-kóða þema inn í búðirnar. Ekkert að spyrja okkur yfir höfuð bara hver verður kostnaðurinn af þessu? Hver verður félagslegi kostnaðurinn? Hver verður... Nú erum við til dæmis með bara eins og tökum bara skattkerfið. Við erum að sætta okkur við það að það er umþabbil 50% sem að verður tekið af okkur í skatta. Það er bara eitthvað sem er bara fasti. Svo erum við að debata hvort að þau að vera plus mínus 2-3% sko. Já, ég er ekki alveg sammála þessu vegna þess að núna er reikningurinn að koma fyrir þennan óþarfa sem við hafa farið í og líka bara kerfisbreytingar. Það er að koma fram kostnaðurinn að því að það hefur sáralítið verið virkjað. Hann mun koma fram, ég spái því að orkuverð til almennings hækki 50% á næstu 5 árum, cirka 10% á ári, nafnverðshækkun á næstu 5 árum. Og það bara kemur við pingju almennings og þá fara menn í alvörunni að kynna sér málin og segja byrju, okkur vantar meiri græna orku, okkur vantar bara nauðsynlega meiri orku. Það sama við núna með þetta óefni sem við erum komin í með húsnæðismarkaðin. Að auðvitað þarf að kjósa inn sveitastjórnir og bæjarstjórnir sem raunverulega ætla sér að auka lóðaframboð. Og svo horfum maður á bara eins og þú segir með skattana, að það er alltaf verið að taka okkur meiri skatta, ekki bara í formi tekjuskatts heldur fasteignaskatta og svo framvegis. Og þegar fólk sér að þjónustan sem það fær í staðinn fyrir ekkert batnandi heldur meiri segja fyrir versnandi, þá fyrir mér að líða bara eins og stuðningsmanni KR sem ég reyndar ekki. Þú veist, ekki setja meiri pening í þetta, það verða bara alltaf verri. Þetta er búið núna eitthvað, ég er nefnilega KR-ingur sko. Ég vissi það. Hvað segir þú Þórður? Ég vil nú fyrst að taka upp hanskan fyrir sko, Dag B. Eggertsson þegar að Heiðar er að gagnrýna sko, lóðaframboð. Hvernig átti mann greið að hafa tíma til þess að afgreiða lóðið þegar hann var alltaf í útlöndum? En ég held að, sko, ef maður horfi á leiðina fram á við, að þá held ég að það sé bara svolítið því miður þannig að við fáum þau stjórnvöld sem við eigum skilið. Og hvers vegna er það? Jú, þú talaði áðan PR hægrisins. PR hægrisins það bara fór það bara lagði niður störf og það var enginn sem var að berjast fyrir þessu. Reglur og svona hvers konar leikreglur og annað slíkt, það skipta máli en það er ekki nóg. Það verður að vera eftirfylgni, það verður að vera eftirspurn. Eina ástæðan fyrir því kannski sem að stjórnmálamenn geta sagt er það að við börðumst ekki fyrir lægri sköttum, við börðumst ekki fyrir afregluvæðingu vegna þess að það var ekki spurn eftir því. En hins vegar auðvitað þá má segja á móti að alvöru stjórnmálamenn sem hefði einhverja vision og hefði einhverja sannfæringu gæti orðið svona það sem að sletti kalla svona political entrepreneurs sko búið til þess að spurn eins og kannski vissuleiti bæði Reagan eða Barry Goldwater eða sko, sem hún reynda mistókst eða Margaret Thatcher sko gerðu sko stjórnmálamenn og Davíð Oddsson svo sem hann í byrjun líka. Þetta eru stjórnmálamenn sem að breyta gangi í sögunar í staðins að berast með straumnum og vera í hlýjunni frá embættismannakerfinu. En ég held að sko svona næst og það má til þess taka fram að þess við erum með fjárlagareglu og en stjórnmálamenni þeir bara breyta alltaf skilgreiningum innan fjárlagaregluna. Það er engir fjölmiðlar að greina þetta, sennilega vegna þess að þeir selja ekki fjölmiðla út á það að leggjast yfir og gagnrýna fjárlög og það vantar hugveitur. Ég var að taka fram núna að viðskiptaráð hefur komið inn með ofboðslega öflugum hætti núna síðustu misseri eftir basically að hafa verið í lagt niður störfi í 15 ár úti. Það var alltaf að vera hrekkjað á einhverju skýrslum sem voru skrifað fyrir hrun og sjálfur sér þess að skipta engu máli. Ég menna við lifum lífinu áfram en ekki með því að vera með höfuð undir hendinni við því sem að gerist í fortíðinni en ég virkilega ánægð með það. Þannig að ég held að slíkt geti skipt miklu máli og það eru þessi stóru málaflokkar. Það eru menntamálin sem að tekja á, það eru heilbrigðismálin sem við ræddum daginn sem að ég held að á næstu áratugum að þá muni heilbrigðismál sko svona sem hlutfall af vergri landsframleiðslu sennilega allavega tvöfaldast
og ef að það á alltaf vera sko, því fjármagnu öllu vera ráðstafað af stjórnmálamönnum eftir því sem að þeir telja hendi best frekar heldur en eftir spurn frá raunverulegu fólki að þá mun það skapa gríðarlegt óhagræði í kerfinu. Þannig að og svo held ég bara við þurfum að minnka álögur hvers konar á minni fyrirtæki og gera minni fyrirtæki að starfa. Þegar maður spyr sig núna þess hver að tala máli lítill og meðalstóra fyrirtæki á Alþingi, það engin. Hver að tala máli stóra fyrirtæki á Alþingi, það reyndar heldur engin. Hver að tala móti máli embættismannakerfis og stofnanna, það eru allir. Þannig og það bara vegna þess að við kjósum fólk sem að gera þetta og við gerum það ekki ábyrg fyrir þessu í kosningu, þannig að það þarf að breytast. Já, ég ætla að fleita þessu til þín Eiðar og segja sko, ég var að hlusta á skoðanabróður ykkar hann Ragnar Þór Ingólfsson í dag, hann þar sem hann var að færa rauk fyrir því að sko honum var alveg sama þótt að fólk var ekki með honum í lið, hann ætlaði bara að öskra þangað til að fólkið myndi mæta og sko með það sem að Þórður að segja, við fáum það sem við eigum skilið og við erum ekkert voðalega mikið í því að berjast fyrir hagsmunum okkar, við létum loka okkur inni í 2 ára þess að það heyrist múk. Hvað, ertu sammála þessu? Er embættismannakerfið sá eini sem hefur talsmann á Alþingi? Já, því miður, en þetta er að breytast og það sem ég vona innilega það er að valddreifingin verði ennþá meiri. Þannig að fleiri hlutverk færist til sveitastjórna vegna þess að það er lýðræðið einhvern veginn beinna. Styttri boðlegir og þér finnst þú meira að vera að kjósa viðkomandi inn sem þinn fulltrúa. Þó Ísland sé lítið land að það eru þingmenn hérna sem ég þykist fylgjast ágætlega með, það er fullt af þingmennum sem ég bara aldrei séð áður og veit ekkert hvað þið standa fyrir, ég veit ekki hvaða flokkið eru, veit ekkert hvað þið vilja og virðast ekki vilja gera grein fyrir sér heldur, þau bara eru þarna og það sem kannski væri ömurlegt væri ef að hlutirnir myndi aldrei breytast og í kapitalisma sem betur fyrir að þannig að þetta er síbreytilegt, þannig að það er alltaf að opnast ný og ný tækifæri og gagnvart þeim sem hafa verið framalega er alltaf að koma nýjar áskoranir sem heldur svolítið kerfinu á tánum og ef við horfum bara 10 ár aftur í tíman þegar PIGS-löndin sem svo voru kölluð Portugal, Ítalía, Grikkland, Spánn voru með allt niður sig og í skuldakreppu hver hefði trúað því að síðastliðin 5 ár og væri þetta löndin sem hefði dregið áfram hagvöxt í Evrópu og þau eru öll búin að lækka skatta, þau eru að laga kerfin hjá sér að sannarlega teku tíma en þau eru að minnst að sína einhvern vilja til breytinga og uppsker eftir því. Eftir standa hins vegar Frakkland og Þýskaland sem mennsöðu að þetta er kjarnin, hann verður alltaf styrkur Evrópu. Eftir stendur líka sem Bretland sem myndi stjórn íhaldsmanna í 14 ár hefur beðið algjört skipbrot og þar einhvern veginn var bara stefnuleysi og hugleysi þess valdandi að það fór sem fór. Það er ég var að lesa, Neil Ferguson var að byrta á Twitter, Birgir kannski lækkar örlítið að ískrana þess. Hann var að skrifa foundation.uk, svona löng skýrsla þar sem að það var rekið af hverju Bretland hefði tekist að staðna og það var eiginlega, svo við komum okkur aftur á því málefni, það var eiginlega, hann færði rauk fyrir því að það væri eiginlega, öll orsökin væri fyrst og fremst fólkinni því að þeir hefði svona vanrækt orkuinnviði og að orkuinnviðir hefðu rauninni bara verið látnir drabbast niður samhliða því að þeir verið látnir kosta miklu meira. Þannig að kostnaðurinn með orku bæði jókst en líka allar þær opinberu framkvæmdir sem var farin í orkusöfnun, hann í rauninni var 4-faldur á við Frakkland og 5-faldur í sumum tilfellum. Enga rekstur í orkuöflun, hvað finnst ykkur um það? Ég vil reyndar áður en bara lengra haldi að þú varst að líka okkur við Ragnar Þór Ingólfsson og það er alveg rétt hjá þér að við Heiðar eins og Ragnar Þór Ingólfsson höfum gaman að veiða sjóbirting en við borgum fyrir okkar veiðalífi og notum ekki net en hvað varðandi orkuna þá held ég við erum núna með þetta stóra monolítiska fyrirtæki Landsvirkjun og við erum með megniða raforkuframleiðsluna á einni hendi og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að auðvelda aðgengi
einkaaðila að fjárfestingu og rýma fyrir og auðvelda til að mynda smávirkjanir sem ég veit að Heiðar hefur mikla þekkingu á, og við sjáum alltaf lönd eins og Noregur þar sem að það er mjög mikið af smávirkjunum, og þetta eykur fjölbreytileikan og áhættudreifingunni í kerfinu. Svo er þetta bara tekjulind fyrir sveitafélög, þannig til mikið í Noregi, og hérna fyrir bændur og einstaklinga, og að nota þessa auðlindir sem að við eigum. Og ég held til mynda líka að svona litlar vatnsaflsvirkjanir séu þetta miklu hentugri heldur en til þess að nokkuð tíman vindorka, og hvað þá sólarorka og þessi aðri orkugjafar, þetta sé bæði hagkvæmari og stuðugri orka. Þannig ég er mjög hlynntur aukinni fjárfestingu einkaaðila í orkugeiranum. Áður nú farið að hoppa á þetta, þá ætla ég að segja svo við gerum okkur þetta líka erfitt, Svandís Svavarsdóttir myndi koma hérna og segja, heyrðu, býtu nú við, ætlið þið að fara að setja orkunni í einkarekstur, úthýsa öllum sem er á þeim markaði og svo sprengja verðið. Við erum að sjá þetta, hvað gerist þegar að orkan er sett í hendur á einkaaðilum. Þeir hagnýta sér stöðuna og reyna að hafa sem mest upp úr því sem að haft verður. Allir sem að hafa tekið þátt í einhvers konar verkefni, það hafa þurft að þola hærra orkuverð. Þú ert að fara að gera grín á okkur með því að segja að þetta sé betra fyrir okkur hérna, en við vitum alveg að orkan hérna er ódýrari heldur en víðast hvar annar staðar. Þannig að þú telur þig vera betur í stakk búin til að gera þetta heldur en Svandís Svavarsdóttir, og ég held bara að það sé della. Já, nei, það er nefnilega, ég hef verið fylgjandi sæstreng að flytja út rafmagn bara frá því ég heyrði fyrst það 89 þegar Siemens var að skoða möguleika á því. Og síðan hafa ýmsir aðilega sagt, nei, við höfum nota íslenska orku fyrir Íslendinga, við höfum bara hafa hana hér. Og það hefur verið einhver svona hugmynd að hafa aðgang að mjög ódýru stöðugu rafmagni hérna. Það sé eitthvað sem skapi forsendur fyrir byggð. Og þetta sé einhver svona innviður sem eigi að vera til staðar, frekar heldur en að þetta sé verðmæta sköpun í sjálfu sér. Og það sem hefur gerst núna, sem er stórmerkilegt, sérstaklega með tilkomu gervigreindar, það er að við erum komin með sæstreng til útlanda. Hann er ekki fyrir rafmagn, en það eru ljósleiðarar. Og Ísland hefur það umfram flest önnur lönd að hér er mjög stöðugt hitastig. Meðalhiti á Íslandi eru 4-6 gráður eftir hvar þú ert á landinu, allt árið umkring. Og hreyfist ekkert mikið upp eða niður því miður fyrir okkur, en sem betur fyrir þú ert að kæla gagnaver, þetta er sami hiti og eru í ískapnum heima hjá þér. Þannig að ef við horfum til þess að þú tekur einn gervigreindar gagnaver hér sem taka kannski hvert fyrir sig 200 megawatt, álverið í Straumsvík er 350, álverið upp á Grundartanga rúmlega 400, við þyrftum 3 stór gagnaver í kringu gervigreind. Síðan eru gögnin bara send út þegar þau eru fullreiknuð eða fullmótuð eða hvað svo sem það er, að þá bara er það ljósleiðara. Þetta mun ýta orkuverði upp á Íslandi. Þetta er eitthvað sem Landsvirkjun eru auðvitað að vonast eftir, vegna þess að þetta stórbætir afkomuna hjá þeim. Þetta er eitthvað sem HS Orka er að vonast eftir, þetta stórbætir afkomuna hjá þeim. Þetta myndi redda orku náttúrunnar sem er bara búin að vera í algjörum vandræðum með sína afkomu núna í hartnær 20 ár. Og þetta er bara breyttar forsendur. En ég sé engan hvorki inn í umhverfis loftslags og orkumálaráðuneytinu. Það eru víst bara 2 starfsmenn sem eiga að hugsa um orkumál. Nei, en þetta er náttúrulega... Þeir eru ekkert upplýstur þetta, þeir eru ekkert að spá í þessu. Það sem væri mjög auðvelt að gera, og eins og Þórður nefnir réttilega, ef það væri liðkað fyrir, það er einn maður sem bjó hérna á Hólmi, rétt hjá Kirkjubæjarklaustri, Árni ef ég man rétt, milli 1930 og 1950 þá tók hann þátt í að reisa 150 eða 200 smávirkjanir. Þetta er ekki orka sem flytur langan veg, en þetta er orka sem ættir að nýta í nær samfélagið. Og að það sé ekki verið að gera meira af þessu, öllum til hagsbóta, það er gjörsamlega óskiljanlegt. Nú myndi Svandís og ég segja hérna, já, en þetta er náttúrulega bara skiljanlegt að þú setja þeirra afstæðu, það er einfaldlega út af því að þér er sama framtíð barnanna þinna er varðar það hversu mikið af náttúruauðlindunum þeir geta barið augu, og svo náttúrulega ef við förum út í það líka í sambandi við það hvort að við verðum yfir höfu hérna eftir 10 ár þegar allt verður komið í bál og brand. Það er eitt varðandi þetta, það nákvæmlega þetta sama var sagt þegar
einokunum afnúmin af símanum og en ef þú horfir bara sem hefur gerst síðan það er sama nánast hvaða tímabil þú tekur frá því að samkeppni var gefin frjáls með síma að það er engin liður vísindlu neysluverð sem hefur lækkað jafn hratt í verði og síminn. Hvað kostar var það ekki neitt að vera með síminn? Það er búið að lækka á síðustu 10 árum 95% verð á fjarskiptum og fjarskiptin hafa batnað. Og það er vegna þess að Svandís og svo þú að þið lítið á að orkan eða auðlindin að hún sé bara ein og hún sé öll þekkt og það er engar aðra leiðir til þess að nýta hann eða finna aðrar leiðir. Og þá er þetta bara svona eins og það þegar stundum verið að tala einkarekstur versus opinber-rekstur, þá er eins og menn ímynda sér bara alltaf að öll vara og þjónusta í landinu sé svona eins og gólf á íþróttahúsi og það þarf að skúra gólfið og svo er bara spurning það hver er hagkvæmast að skúra þetta og menn segja ríkir ekkert verra að skúra heldur en einkaaðilar. En það er ekki það sem samkeppni gengur út á og þetta er eins og það Heiða var að lýsa sig á það með Sviss að áttu með margar mismunandi leiðir. Samkeppni er bæði að finna út hverjar þarfirnar eru og síðan hins vegar hvaða leið er best að fara að uppfylla þær. Og þá leita menn sífellt nýra leiða. Þarfirnar eru ekki fyrirfram skilgreindar. Þetta er aftur sama sem ég nefndi í upphafi með sósíalismann að þú ert með eitthvað eitt ídeal og það þurfa allir að fara þangað. Það er ekki málið. Málið er það að það þarf að gera sér flestum kleift að fá að reyna sig áfram að bjóða vöru og þjónustu og basically bara raunverulega að skapa nýja þarfir. Þú svara þessu með börnin? Já, vegna þess að það meiri segja kom skýrsla frá orku umhverfis- og loftslagsmálaráðuneytinu núna í apríl sem fjallaði birtu orku og hvers vegna það væri svo sniðugt að fara að auka við framleiðslu birtu orku og sem gjörsamlega óskiljanlegt. Þetta er sem sagt niðurstöðukafli sem heldur þessu fram en maður les skýrsluna og náttúrulega kemur í ljós að það er ekki fótið fyrir þessu og að framleiða birtu orku á Íslandi er eitthvað sem kostar $150 til $200 á megavattið á meðan jarðvarmavirkjun að framleiða rafmagn eða vatnsaflsvirkjun 40-50. Hvers vegna erum við viljandi að hækka orkukostnað okkar 3-falt til 4-falt með því að fara inn í eitthvað svona? Tæknin býður ekki upp á neitt annan kost. Svo er fólk að tala eins og Halla Hrund sem betur fyrir að hætt sem orkumálastjóri fór í forsetaframboð að hún var að tala sjávarfallavirkjanir að við ættum að taka okkur Færeyinga til fyrirmyndar. Hversu eru Færeyingar í vindorku þar sem kostar 150 megawatt stundin? Hvers vegna $150 megawatt stundin? Hvers vegna eru þeir að sjávarfallavirkjanir sem kostar $300 megawatt stundin? Það er að því að þeir hafa engan jarðvarma, þeir hafa engin fallvatn. Auðvitað væru þeir að gjörnýta það, þeir höfðu sömu möguleika á við á miklu lægri verðum. Og aftur, ég meina, við komum alltaf að því sama. Það snýst verðmætasköpun. Það snýst það að vita hver er kostnaðurinn og hver er ávinningurinn. Svo verður líka komið að það er þessi mýta að það að njóta náttúrufegurðar og hafa orkumannvirki að það sé einhver andstæður. Við horfum bara á Sjáðu túristalandi núna Noreg sem er bara að springa út. Sjáðu Elliðadalinn, sjáðu Langadal, sjáðu það var virkjum við Laxá á Ásum, það er Kárahnjúka og það er miklu fallegra svæði eftir að koma orkumannvirki en áður. Og miklu betra aðgengi líka. Og svo þetta rafmagnslínur trufli, þetta fólk aldrei á fjöllu, það er rafmagnslínur, það er bara enginn að spá í því og skemmir bara alls ekki fyrir og ég veit að Læknar Tómas hefur aldrei séð rafmagnslínu. Ég var út á landi í sumar og við vorum að veiða ég og einn félag minn, hann var nú búið með kannski fleiri en 2 bjóra en ekki mikið meira og hann horfði svona kímnum augum og sagði, strákar, sjáu þið rafmagnsstaurana. Þannig að þetta er uppspretta fegurðar. Nákvæmlega. Heyri, við ætlum hérna að taka 2 mínútna pásu, svona 3 mínútna pásu, endilega fara á barinn og pissa
Svo fyrir þá sem vilja spyrja spurninga þá verður það hjá Birki og við byrjum strax á því, strax og við byrjum aftur. Jæja, heyriði, við ætlum að hafa þetta þann hátinn á að ef þið viljið bera fram spurningu og endilega ekki vera feimin við það, þá það bara hérna hjá þessum hávaxna ljóshærða myndalega manni. Já, eins og segi, við ætlum að byrja á því að hafa eina spurningu mann en þið megið svo bara spyrja annara spurningar. Við ætlum að eða allir drjúgum tíma í þetta, þannig að endilega fleitið spurningum ef þið hafið áhuga á því og bara byrja á því að kynna þig og já, bera fram spurninguna. Já, ok, svo ég kannski kjarnaði spurninguna, hann að spyrja út í það að þessar loftslagsaðgerðir eru í eðli sínu bara öfugmæli, eitthvað sem ekkert að bæta stöðuna og ef ég skildi hann rétt, bara eitthvað sem að aktivistar eru að setja á laggirnar með vísandi þess að þú sett vond manneskja, þú ert ekki sammála og að svo orkusöfnun sem við förum í sé í rauninni bara út úr kortinu galinn. Hvað finnst þér um þetta? Ég kannski fæ að byrja, þetta að há rétt og þetta bara þörf athugasemd og það svakaleg hræsni hjá Landvernd þegar þeir eru að tala að verja náttúruna en þeir vilja bara vernda hana hér. Þeim saman náttúruna einhvern veginn annar staðar og svo eru þeir að tala loftslagsaðgerðir en þá skiptir engu máli hvað við gerum hér af því að þetta kemur allt einhver staðar annar staðar frá. Með öðrum orðum það segja þeir ef við þurfum að virkja meira af grænni orku, það skiptir engu máli í stóru myndinni. En við megum samt alls ekki keyra bíla vegna þess að það mengar. Þannig að þetta gengur ekki upp. Og þetta allt bera sama brunni. Það fólk sem skilur ekki að það hægt að gera meira fyrir minna. Það skilur ekki tækniframfarir, það skilur ekki framleiðniaukningu. Og Attenborough sem með þessa frægu þætti sína plánetuna, hann frægur líffræðingur, hann segir þeir sem trúa því að á endalausan hagvöxt annarkvort geðbilaðir eða hagfræðingar. Ég þá vantarlega bæði, ég trúi á endalausan hagvöxt en hann segir, þetta svo einfalt, ef þú ætlar að gera minna þá þarft að gera minna fyrir minna. Ef þú ætlar að gera meira þá alltaf meira fyrir meira og það þetta hugmynd meira fyrir minna sem þarf að kynna Landvernd fyrir. Að þetta snýst þetta alltaf það hvernig út frá kostnaðar ábatagreiningu, hvernig getum við bara metið það, hvernig við nýtum best okkar auðlindir og algjörlega sammála fyrirspurninni, þetta bara liggur ljóst fyrir. Já, ég sammála bæði fyrirspurninni og Heiðari og ég held að vandinn sé svolítið sá. Ef við horfum á þessi loftslagsfræðar sem þá það annars með þess loftslagsvísindi og þau reyna að spá fyrir þróun andrúmsloftsins og hitastigs jarðar og annars líkt og það með þessa IPCC skýrslu og þær eru svona töluvert varfarnari heldur en maður sér nokkuð tíma eða haft eftir einhver svona fjölmiðlum eins og Guardian. Síðan eftir hins vegar með þennan loftslagsiðnað og hvernig það berjast á mótunum og meðan að þess IPCC, þetta megnu til grandvarir og góði vísindamenn sem prósessa kann okkur annan, að þá hitt loftslagsiðnaðurinn og þessar bætingar, þetta algjör svona skottuvísindi, hvað má kalla það, algjör feik og ef við bara horfum á Ísland, að Ísland 70% af losun okkar út af framræstingu mýra á bilinu cirka 1940 til 1970. Þannig að ég bara til að nefna það úti, ég starfi í eignarþingafyrirtæki í eignasafni mínu, þá var 70% af svokallegu losun, kolefnisspori eða sótspori eitthvað kallað, það var vegna ríkisskuldabréfa og 49% vegna framræstingu mýra og ef þú ætlar að hafa einhver áhrif á til að mynda ákvarðanir með því að mæla þetta á ég þó ekki að lána fyrir uppbyggingu spítala eða Grindavík annað slíkt vegna þess að þá ég að fjármagna framræstingu mýra sem var sennilega það leyti sem ég var að fæðast. Þetta náttúrulega alveg glórulaus hugmynd og ef við bara horfum á Ísland út í að hann formaður loftslagsráðs var svo ábúðslega vonsvikinn að það skyldi vera að reyna að meta kostnað og ábata af loftslagsaðgerðum. Þá í kringum svona upp úr 1970 þegar gögnin liggja fyrst fyrir að þá var Ísland 0,0
0,16% af losun heimsins af gróðurhúsalofttegundum. Árið 2023 eða 2022 þá var Ísland 0,008% af losun heimsins. Og það að við ætlum að fara í meiri háttar aðgerðir, ef við ætlum að eyða milljörðum til að mynda í því að niðurgreiða rafbíla, sem á svo sem deilum hversu umhverfisvænir eru, vegna þess að þeir ganga yfirleitt á batteríum sem framleiddar með barnaþrælkunni frá málaliðum í Kongó. Ef við ætlum að fara að gera það, þá er þetta losun bílaflota 6% af losun Íslands á ári. Og þar með eru talir þungavinnutæki og vörubílar sem við erum ekki að fara að rafvæða. Þannig að við erum að fara að ná, fyrsta lagi, litlum árangri í þessari svokallari losun Íslands og engum árangri heimsvísu og ætlum að kosta miklu til. Og þá er þetta spurningin, hvað segja loftslagsvísindin okkur? Loftslagsvísindin spá, það er ekkert, engin sviðsmynd sem IPCC segir sem er einhver heimsendir eða einhver meiriháttar disaster. Það fer að vissulega í sig vegna þess að jörðin auðvitað byggist upp við núverandi hitastig og hitastig hækka mikið að þá er þetta töluverðu umbreytingavandi. Umbreytingavandi. Þá spyr maður sig, hvort erum við líkleg til þess að takast á við umbreytingavanda sem ríkara samfélag eða fátækara samfélag? Og ef við erum að gera okkur vísveitandi fátækari og þannig síður í stakk búin til að takast á við vanda sem við þykjumst vera að leysa en erum nákvæmlega ekki að ná neinum árangri í, er það ekki betur heima að setja en að stað farið? Það var einn á Twitter sem sagði við mig ég er auglýst þennan viðburð, ég vildi líka fá fólk sem að væri ósammála ég veit ekki alveg hvort að þau hafi mætt en og ég ætla að reyna að vera svona devil's advocate en ég eiginlega get ekki hamið mig lengur út af því að það er eitt sem þú sagði við mig minni mig þar sem að við fórum yfir það hversu mikið af budtunni til dæmis eins og á Indlandi og á svona Sierra Leone og þar sem að fólk hefur það mjög slæmt hversu hátt hlutfall fer í matvælakostnað og ég einmitt talaði við stelpu sem að mér reyndar leikar ágætlega við og Þorgerður María, hún er hjá Landvernd þar sem að ég einmitt bar þetta að borða eins og Václav Smil fjallar í bóksinni þar sem hann er að tala það hversu mikið af raforku þarf til þess að búa til unnin áburð og hversu mikið af þessum unnu áburð væri rauninni það hlutfall sem að væri að búa til raunveruleg matvæli. Og við erum notum 10-15% af okkar launum í matvæli en víðast hvar annars staðar þá er þetta miklu 50% alveg í 70% í Bangladesh nákvæmlega og það sem að ég er að velta fyrir mér og þá einmitt bara fram þessu spurningu og þá var það bara ég er ekki að spá í því hvort það séu matvæli til handa fólki eða hvernig við ætlum að halda raforku eða hvernig við ætlum að halda lífskilyrðum og það sem hefur svolítið farið í brjóstið fyrir mér og það er það að núna á ég 2 afkvæmi og ég einhvern veginn að vera búin að sætta mig við það að í fyrsta lagi að ég sé að láta ég er dónalegur ef ég læt ekki gera grína mér ég er dónalegur ef ég gengst ekki við þeirri gagnrýna ég sé cis-heteronormatífur hvítur karlmaður og fatlaður í vestrænum samfélagi sem er að halda öllum öðrum niðri náttúrulega með mínu svona undirliggjandi hvítri yfirbörðarhyggju og ef ég er ekki tilbúin til þess að samþykkja þessi skilyrði að þá er ég manneskja samhliða því að ég ætla einhvern veginn að fara að láta segja mér það að lífskjör banana minna verði rýrð út af því að þau eru í einhverju hugmyndafræðilegri baráttu sem að bera öll að sama brunni og þetta er svo einkennilegt að við séum bara og þess vegna var ég eins og ég var að tala við erum einhvern veginn í COVID þeman ennþá að við einhvern veginn ég læt bara loka mig inn í 2 ár ég er náttúrulega hvítur ófatlaður hvítur cis-heteronormatífur maður getur ekki eins og sagt það lengur og við einhvern veginn bara samþykkjum lausnin er bara að láta ekkert segja sér svona hluti nei það er að segja fara ekkert eftir þessu orðið þvælu Vandamáli er líka það að fólk ber aldrei kostnaðan sem ákvörðunum en það er alveg sama hversu skýt fólk gefur í Bangladesh eða hversu mörgum störfum það þarf að loka í einhver álveru í Íslandi að ef að þú ert komin ert orðin millistjórnandi sem leiðtogi sjálfbærni og stefnumótunarsviði í mannréttindastofnun að þá missir þú ekkert starfið Nei, og svo líka ef að það er hnútana búið að þú nær ekki þeim árangri sem þú sagðist alltaf ná að þá er það að þú ert ófjármagnaður. Já. En þegar maður horfir á hennan eftirlitsiðnað og þetta reglugerða fargan og allt saman, hverju er það að skila? Ég meina þetta er gríðarlegu kostnaður og einhver hefði getað stokkið upp á nefnsurum daginn hefði þetta hræðilega slys var í Vatnajökulsþjóðgarði þar sem íshellir hrundi von á ferðamenn og sagt við þurfum að tvöfalda starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs til að koma í veg fyrir þetta. Nei, sannleikurinn er sá að það hafa aldrei fleiri unnið þarna, en samt gerist þetta.
og alveg eins og maður horfir á orkumálin, það hefur aldrei fleiri unnið í sjálfbærnimálum, aldrei fleiri unnið í kringum orkumálin nema í orkuráðuneytinu sjálfu og samt erum við á þessum stað að orkuverð til heimila eins og ég segi að fara að hækka 50% á næstu 5 árum. Þannig að ég held að almenningur láti ekkert blekkjast af svona og bara við þurfum og þekks ég þínu hlaðvarpi og öðru að það þarf bara að leyfa þessari umræðu að eiga sér stað vegna þess að þetta er ekki jaðarskoðun. Eins og Landvernd og Andri Snær Magnason vinur minn og Gummi Steingríms vinur minn, þeir urðu brjálaðir það komið ljós að þjóðin 86% þjóðurinnar vildi auka við græna orkuframleiðslu og 2,6% voru raunverulega á móti. Að þetta kæmi loksins upp úr dúrnum. Þetta olliði með alveg gríðalegri óhamingju. Erum við með fleiri spurningar? Já, endilega. Svo með endilega ef þið eru ekki feimin, annars höldum við áfram á spaninu hérna. Ég held að þetta sé pínu gæðasteinbill samt að engi vilji bera fram spurningar og vilja við blöðrum. Hann spyrir hver ávinningun. Ég hugsa líka oft hver var að biðja þetta? Alltaf því sé einhverja nýja reikningsskilastaðla eða sjálfbærnistaðla. Hver var að biðja þetta? Það verður bara aðrir sem að vinna við þessa staðla. Nú er þú Heiðar, þú er nú glöggur og duglegur lesandi ásetninga. Hvað ert maður að lesa margar sjálfbærnisskýrslur í ár? Ég sleppi þeim alltaf. Ef við fá hérna, ég sjá hvort að mækin virkir núna. Hann er svolítið að segja að stofnanalegir hvatar eru ekki bara til þess fallnir að búa til öfugsnúna hvata innan þess mengi sem þeir eru hannaði fyrir heldur smitið er út frá sér. Já, ég held að það sé alveg hárrétt og ég held að það sé vegna þess að það skortir alla samkeppni og þar með alla endurgjöf. Þannig að eins og við nefndum áðan að ef að ríkisstofnun er ekki í tilgangi sínum þá er það vegna þess að hún er vanfjármögnuð og við sjáum raun og aldrei kostnaðan af því að vera með að ríki að veita þjónustuna menn það fær engin annar að reyna. Það er alltaf þessi einungis hugsunáttur og augljósdæmi eru þetta í heilbrigðiskerfinu. Það sem að fellur mjög vel að lýsingu hann síaukinn kostnað og verri þjónustu. En byrju, ef þetta er málið og það er allir á því og það vita það allir að heilbrigðismál er svona sá málaflokkur sem að allir hafa mestan áhuga á, allir sem er komnir á minn aldur. En hvers vegna skyldi það þá vera að þeim er svona ofboðslega umhugað að koma í veg fyrir alla samkeppni? Það er vegna þess að þá sjáum við ekki, þá er ekkert benchmark, engin mælikvarði á það hvernig núverandi kerfi er að standa sig. Og það sem að samkeppni sem við förum aftur að íþróttagólfinu þetta sé ekki bara það hvernig að uppfylla fyrirfram skilgreinda þarfir. Samkeppni er fyrst og fremst þekkingarleit. Það er það að bjóða nýja hluti, bjóða að uppfylla þarfir. Og það er þarfirnar eru ekki fyrirfram skilgreindar, heldur eru þarfirnar síbreytilegar eftir tækni sínu. Og þess vegna er ég sammála þessari lýsingum. En þú Heiðar? Já, ég er alveg sammála. Hagfræði raun og veru er ekki bara framboð og eftirspurn. Það er miklu meira greining á hvötum og fólk lætur stjórnast á hvötum og hvatakerfið skiptir mjög miklu máli og það er því miður þannig að innan embættismannahverfisins eru hvatarnir yfirleitt öfugir og þessi McKinsey skýrsla sem kemur út 2 ára fresti í kringum framleiðni og árangur Landspítala, hún er alltaf grafin einhvers staðar djúpt, örugglega í gamla spítalanum einhvers staðar og hún er aldrei dregin upp, hún er aldrei sýnd og þarna eru alþjóðlegi mælikvarðar vegna þess að McKinsey náttúrulega vinnur svona víðsvegar og getur bara séð einingakostnað í sambærilegum löndum og auðvitað er þetta eitthvað að þú ert metnaðarfullur stjórnandi og viltu sjá hverjir gerir þetta best og hvernig þeir gera það og miða þinn rekstur og þitt umfang við það. En þessi hvatar hafa bara hreinlega ekki verið innleiddir. Fólk á skattstofunni var sett á bónusa en ekki fólk sem stýrir 30% á útgjöldum ríkisins sem er alveg ótrúlega skrítið. Hérna, ég ætla að bregða mér aðeins í líki einhver sem er ósammála. Það sem ykkur skortir er náttúrulega mannúð. Þið gerir ykkur ekki grein fyrir því að heilbrigðis
varan ekki bara hefðbundin vara, heldur hann byggist núna á mannúð og við þurfum í rauninni að hlúa vel að því starfsfólki sem að í síauknum mæli fer í kulnun og það út af auknu álagi. Við erum alltaf að sjá það að bráðamóttakan tróðfull. Jú, við getum alveg búið til nýjan Landspítala, það breytir því ekki að við erum ekki með þann mannafla sem við þurfum. Við þurfum að byggja okkar samfélag að mannúð. Það ekki að vera hægt að segja EBITDA hér og EBITDA þar og ætlast til þess að allir séu hamingjusamir. Þið eru kannski að hafa það fínt, en það bara út af því að sérhagsmunaöflin eru búin að hlúa að svona pésum eins og ykkur sem að tala fyrir þeirra hagsmunum og passa upp á það að þið séu sáttir og þeir séu sáttir. En við vitum náttúrulega það að, ég meina eins og Ragnar Þór Ingólfsson koma inn á, ég meina raunvextir hafa aldrei verið hærri. Við erum með húsnæðismarkað sem í klessu. Hér fullt af ungu fólki sem valla að fara að sjá húsnæði núna næstunni, sem að gera það að verkum að það eignatilfærsla fyrir ykkur sem eins og fólk eins og ykkur sem eigið húsnæði til frá þessu fólki sem hérna situr hérna, sem að þarf að lepja dauðan og skel innan örfára ára út af því að þau ekki húsnæði. Þið hljótið að gera eitthvað grein fyrir því að það vantar mannúð í þetta. Við erum með húsnæðiskerfi, ég meina Íslandsbanki núna hækkar vexti og það fólki hérna sem að skuldar sem að fara að lepja þetta og þið hérna bara, já það nú bara flott út af því að sérhagsmunaöflin fá sitt. Ég vil spyrja það fyrst, hvert skortir mannúð, þá sem að halda þannig á málum að eins og þú sagði sjálfur að helminguna starfsfólkinu að fara í kulnun og þjónustan ómöguleg, eða þeir sem að vilja þá gefa þessu sama starfsfólki og öðrum tækifæri til þess að reyna að gera betur. Þannig að sko, auðvitað það þannig að gaman að tala mannúð við erum öll með takmarkaða mannúð og við viljum halda mannúð okkar innan við fjölskyldu og við vini og síðan erum við með svo ópersónuleg lögmál sem að gera okkur kleift að hver fari sína leið og við vitum hvaða mörk öðrum sett og hvaða mörkum okkur sjálfum sett til þess að ná þessum markmiðum. Mannúð ekki, eins og ég komi aftur þessu þema sem búið að vera þema kvöldsins hjá mér, mannúð ekki að ríkið skilgreini nákvæmlega hver markmiðin eru og útbýti síðan öllum gæðum, en þess að gæði, þau eru ekki bara, gæði eru sköpuð, það ekki til gæði án eiganda og það ekki mannúð að ætla að taka alltaf að þeim sem hafa skapað gæðin til þess að endur útluta öðrum og það sem að markaðshagkerfi gengur út á, það ekki að útbýta brauðinu, heldur vera með hvata fyrir bakarna til þess að baka meira brauð og það það sem við viljum gera. Heiðar, á hverju skortið þig mannúð? Ég tel mig ekki skorta mannúð. Ég bara að hugsa það sem þú sagðir eins og með Landspítalann að hvernig væri það að vera með fyrirtæki þar sem þú kemur fram á hverjum einasta degi og segir þetta sé ómögulegt og það gangi ekki neitt og þú hvetur starfsfólk til að skrifa á samfélagsmiðla hvað lífið sé erfitt og það séu langa vaktir og það vanti allir vinnu og þið langi að flytja til útlanda og hætta þessu. Hver myndi reka svoleiðis fyrirtæki? Þetta svo yfirgengilega vitlaust að ef þú ætlar að búa til góðan starfsanda og lykill að því að vera með góðan rekstur eða góð umsvif að það sé svona sem einhver kann að finna skrítið að ég mannúðalaus sé að tala en það til eitthvað svona starfsmannakúltúr og það til eitthvað sem DNA í fyrirtækinu og þú þarft að vinna út frá því og þú þarft að gera fólk stolt af vinnu sinni. Í nútíma samfélagi eins og hér þá eru laun ekki það sem skiptir fólki mesta máli. Það yfirleitt ekki eins og í fyrstu 3 sætunum. Þannig að það sem skiptir mestu máli að hlakka til að mæta í vinnuna. Og hvernig það gert? Jú, með að hafa góðan starfsanda. Á Landspítalanum búið að vera að drepa hana starfsanda algjörlega miskunnalaust í 15 ár. Og þú nærð aldrei árangri með slíka stjórn. Þetta stjórnunarvandi, þetta ekkert flóknara en það. Sammála þessu? Já, ég held að ég myndi óttur heldur verið með þess það ekki verið að hvetja fólk til að vera stolt af starfi sínu, það ekkert fyrirtæki myndi ganga út á að keppast við að tala fyrirtæki niður, þannig að ég myndi segja að það stjórnunarvandi en ég held að það sé ekki eini vandinn. Þetta reyndar, já, höldum okkur aðeins við þennan punkt, þetta frekar áhugavert. Þetta í rauninni, þetta ekki einskorðað við þetta.
Þetta er líka þegar að núna PISA-kannarnar eru að koma Já. illa út. Það er talað það að sé ómögulegt að vera kennari. Þetta er líka sambandi við leikskólan. Þetta er í rauninni sambandi við mjög mörg opinber kerfi. Ég hafði reyndar ekki pælt í þessu fyrir nú sagðir þetta núna. Þetta er náttúrulega einkennilegt þegar maður hugsar út í það að það ætti rauninni að vera hvetjandi starfsandi. En haldið þetta sé bara hjá einu opinber almennt. Embættismennir eru sáttir. Ég held líka að menn séu svona á spiluhöndina sko að við fá fjárveitingar. Þetta er svona beitt í að fá fjárveitingar en svo skemmi út frá sig. Þetta er ekki hugsað til þess að grafa undan stofnuninni, heldur þetta bara svona, menn byrja á þessu einu sinni og þetta hefnast vel og það er þetta svona eins og einhvers konar fíkn. Menn var ekki alltaf sagt að alltaf í fjárveitingatíma þá byrti SA á nýja kannanir verð og fíknefnum og eitthvað slíkt. Þetta er stofnanir hafa tilhneigingu til þess að vekja athygli á eigin mikilvægi þegar kemur að fjárlagagerð. Ég er í kjaranefnd Sameigis sem er stéttarfélag og ég er alltaf verið að gera allu að því að vera rekinn en þau virðast ekki reka mig en ég er að fara að funda mitt. Það er ekki rekinn frá ríkinu, það er bara það er enda rétt. Það var hættulegt fordæmi. Það var hættulegt fordæmi en það sem að ég mitt sko þegar ég kom inn í þessa kjarasamningsnefnd sérstaklega fyrir senustu kjarasamninga þá var ég að reyna að færa rök fyrir því að við ættum að reyna að búa til hvata til þess að fólk mæti vinnuna og það er núna þegar þú vinnur hjá einu opinbera þá er engin hvati til þess að mæti vinnuna. Það voru bókstaflega með hvata jafnvel til þess að halda í einhver aðra vinnu samhliða þinni vinnu og bara sleppa því að mæti vinnuna og ég man að þetta Falag vinkona mín sagði mitt á sínu tíma að þú ættir alltaf að nýta þér veikindadagana og það ætti að vera þitt viðhorf til þín starfs en ég færði rauk fyrir því að við ættum að búa til hvata þannig að þú fáir einhverja viðbót fyrir það að mæti vinnan, einhver bónus fyrir það að vera minna veikur og yfir eitthvað tímabil eða eitthvað tímlíkt og það var slegið út af borðinu og í staðinn sett ný nefnd sem að ætti að meta það af hverju það væri kynbundin launamunur á launaseðlum alls fólks og þetta ætti að vera verkefni sem að milljarður færi í frá ríkinu og samningar voru stöðvaðar út af þessu. Hvernig getur þetta? Já, ég vil bara segja sko og þú varst að segja varst að reyna að gefa í skín að við værum eldra en fólk hér í salnum sem að ég fæ nú ekki sé það en allt í lagi kannski í árum en ekki anda en sko eitt af það sem svona furðulegast í dag og sem bara munur á því þegar við vorum yngri og jafnvel þegar þú varst yngri að öll stjórnmálaumræða allir kjarasamningar megin þemað var alltaf að tryggja vinnu. Það myndi allir hafa vinnu og mann geti haft næga vinnu. Og tryggja kjör þeirra sem mæti vinnuna. Já, yfirvinna var bara þetta var bara frábært. Ungt fólk sem var að koma sér þakki við höfuðana slíkt og geti haft sér bara mesta vinnu. Í dag verðast allir kjarasamningar ganga út á það að stytta vinnu. Að minnka vinnu, stytta vinnu og einfaldlega bara að minnka viðveru og þar með þetta virði þjónustuna sem að starfsmann er að veita og þetta hefur kannski gengið vegna þess að við erum búin að vera í mikill uppsveiflu núna en það kemur auðvitað að því og þetta hefur auðvitað þau áhrif að framleiðni vinnuaflsins minnkar vegna þess að þú ert að borga meiri laun per einingu framleita og það mun skila sér í lægri raunlaunum á næstu árum og þetta heldur sér þróun sem þurfa að vinda ofan. Ég skil alveg að fólk vilji sveigjanleika vinnumarka og jafnvel möguleika að stytta vinnuvikuna ef þú ert í kringum 60 þess annar makin eitthvað annað slíkt en fyrir ungt fólk er þetta algjörlega galið. Þannig ég spyr bara, hvað voru þið ungu mennir í Sameigi að gera að láta það yfir ykkur gága? Já, ég var svo sem einn á þessari skoðun nú eiginlega, en það sem mér hefur bara fundið svolítið einkennilegt út af því að við vorum að tala hnignun áðan og það var bjartsýnis tímar. En það hefur aldrei, og þetta er eitthvað svona fyrirbæri sem að öllum finnst óþægilegt að tala en ungt fólk og kulnun er eitthvað sem að þekktist ekki áður, kom fyrir svona 5-6 árum og er núna bara orðin bæði sjálfsagður réttur og ákveðin bara fasti í því rekstramódeli sem þú þarft að gera ráð fyrir.
Já, og ég meina við höfum oft rætt Jonathan Haidt og hans skoðanir í kringu þetta og það eru auðvitað margir mismunandi þættir sem vegast á. Hann vill meina þetta sé fyrst og fremst samfélagsmiðlar og innilokun í kringu COVID sem svona gerði útslagið en við höfum líka rættu það að það er þessi trú á framtíðina sem skipta öllu máli og ef þú hefur einhverja að keppa, ef þú raunverulega sérð fram á betri tíma þá áttu nú til í að láta ýmislegt yfir þig ganga. Ef þú heldur hins vegar á hinbógin eins og Greta Thunberg að það séu kannski 15 ár eftir af mannkyninu á jörðinni til hvers að standa í þessu og það er náttúrulega engin lífsskoðun sem á að segjum sem svo hún hefði rétt fyrir sér að þetta væri allt búið eftir 15 ár það verið miklu betra að vita ekkert af því og láta eins og við værum hérna í 15 milljónir ára í viðbót, við myndum að hafa það miklu betra þannig að ég hef áður sagt að það er svo leiðilegt að vera svartsýn og þetta að fólk skuli ímynda sér að einhver svona dómstagsraus skilið í einhverju vegna þess að þó það hefði rétt fyrir sér ef svo ólíklega vildi til þá var það heimskulegasta sjónarmiði samt að með út frá. Ég held þessi líka annar angja á þessu að það er með hennan sósíalíska hugsunarhátt að það er búið að innprenta fólki að lífi skuldið eitthvað. Það er ekki það að það er að bera ábyrgð á sjálfu sér heldur að það er í heimtingu og hín og þess frá ríkinu og þá þetta kemur það líka sem er hinliðin af peningnum að þá enga rétt á því sem það gerir sjálft og þess vegna þess að ríkið það ætlar að sjá fyrir því það þá er ekki endilega að tala um þess að kulnun sem ég þekki er ekki neitt heldur bara að ríkið ætlar að bæta því upp allt tjón sem það getur mögulega orðið fyrir ríkið ætlar að veita því öll þau þægindi sem aðrir þurfa að vinna sér inn og þegar þú er komin á þann stað ætlar þú að virkilega fara að rífa kjaft við ríkið þegar ríkið segir þér að hanga heima hjá þér í 3 mánuði út því það er komið einhver flensa frá Kína. Nei, nákvæmlega. Þá hættum við vera borgarar og verðum þegnar. En út af því að þið eru að tala um þetta viðhorf, ég tók viðtal við Helga Ómarsson sem er svona áhrifavaldur. Ég verður mjög glað með bara sikvar hlustendahópin út af því að hann er svona... fellow áhrifavaldur? Fellow áhrifavaldur, nákvæmlega. Kaupi snirtið vera minna við endan. En hann færði rauk fyrir því einmitt að þetta væri í rauninni jákvætt afl að við værum einhvern veginn að reyna að fletta ofan einhverju hugmyndafræðilegri mismunun sem að við sem karlmenn hefðum olli konum og öllum og kvár og ég veit ekki hvað senastu 400 árin og að ef við varum nægilega mikið miður okkar að þá verði veröldin einhvern veginn betri og ég fór að reyna að færa rauk fyrir því út að ég kenni hnefaleika og er með unga drengi þar sem ég reyna að kenna þeim það að fyrsta lagi þeir eru náttúrulega ekki klárir út af því að það er ekkert ungt fólk er ekki klárt, það er engin klár þegar hann er 18 ára, ég tönglast á þessu, það er engin klár, það hugsaði engin tilbaka og sagði, vá, ég var til í að fara aftur þegar ég var 18 ára, þá var ég svo gáfaður, og þetta er bara einhver della sem við erum búin að keyra inn í okkar ímyndunarkvel, en ég var einmitt að reyna að fara rauk fyrir því að áræðinni og svona segla og dugnaður, fleira þar fram eftir göttunum og ef maður myndi vakna hverjum degi og reyna einhvern að móta sér þannig dag að hann væri aðeins betri en í gær og væri bara að reyna að sækjast í eitthvað að dugnaði og að hafa eitthvað markmið að þá myndur lífa betra lífi. Þetta finnst mér alfarið vera horfið úr okkar menningu. Nei, svo er alltaf verið að tala um það að vera besta útgáfan af sjálfum sér. En svo er bara skilgreiningin á því orðin svo sérkennileg. Það er að líta vel út á samfélagsmiðlum. Það er að eyða kannski, ég veit ekki hve mörgum tímum í ég meina eiginlega öllum sínum tíma bara í ferðalög og vinna helst ekki neitt. Það er enginn sem birtir mynd af sér. Það er gaman í vinnunni og eitthvað svoleiðis. Dagur er ekki hérna til að verja sig, Nei, en ég er samanlegaðir. Þetta er, og hvað var það Helga? Ég myndi aldrei þykja einhver lífsráð hjá honum. Svona hreint út sagt. Ég þekki þið ekki enn. Ég man ekki í hvað viðtalaði var sem einhver afreksmaður sagði það sem komir í gegnum þetta allt saman og á þennan stað var brotna sjálfsmyndin ég næ ekki alveg hvernig það aðstoða fólk að rífa niður en svona líka verðandi þennan niðurrífskúltúr sem fólk heldur að sé allt ómöld í dag
það veist, sagan þetta sko framþróun, þetta þróun, hún veist, saga okkar hefur verið sko framþróun, hún getur þetta orðið afturþróun, þó ég sjá ekki gera svo mun að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og það sem við höfum gert einhverju öðrum síðustu 400 ár, það nú ekki verra en svo að við höfum veitt þessu fólki stöðugt meiri réttindi, þetta fólk hefur getað sótt sér þau í okkar hendur, menning okkar nú ekki hatursfyllir en svo og ástæðan fyrir því hvernig þessi réttindi komu þetta bæði stofnunumgjörð okkar og síðan hvers konar efnahagslega breytingar sem gerðu það bara breyting og framleiðsluháttur sem gerðu það verkum að konur frelsuðust í raun og veru úr sko barnignum og húsaldi, það hefur ekkert með mannin að gera og þetta þetta saga sem við hefum ekki skammast okkar fyrir, heldur þvert á móti að vera stolt af. Já, að skamma sín fyrir söguna, það ágætis kannski lokapunktur til að enda á fyrst að það svolítið svona rauði þráðurinn í þessu og sko það sem að mér hefur þótt fara að vera mest miður og ég mitt sko réttrúnaðurinn að mínum mati og eins og ég sagði nú áðan að ég held að við munum aldrei koma til með að geta reikna okkur niður á þann fórnarkostnað sem hann hefur ollið okkur en svona fyrirtækjaeigendur, ég talaði við mann sem að forstjóri fyrirtækis í Kauphöllinni og hann sagði við mig að það svona fyrst núna sem hann svona aðeins farin að íhuga það að þurfa að fara að skipta sér á umræðinni miðað við þær svona fyrirliggjandi forsendur og hann sagði hnignun í því hvernig málin væri að þróast og ég var alltaf að segja sko eins og með réttrúnaðinn, það var eitthvað svona sem að flesti bara hlóa að og svo við vorum með Þorstein Feinason og við bara, já, ég meina hann bara svona, þetta svolítið svona bara hjákátlegt rugl. En ég reyndi að færa rauk fyrir því á sínum tíma að þetta væri bara mjög hættuleg þróun. Það við gerum okkur í grein fyrir þeim takmörkunum sem þetta væri að setja okkur. Og sko, núna þetta náttúrulega búið að takast að eyðileggja akademískar stofnanir. Eyðileggja þar innanfrá. Og þetta búið að smitast yfir í raunveruleg vísindi, bara eins og allar raungreinar og allt þar fram með tökutunum. Hvernig þú sagðir núna eiginlega bara í upphafi eða að þetta væri svona að falla en dugir það? Er hægt að bjarga akademísku stofnun og kannski félagsvísindunum sérstaklega? Já, ekki spurning vegna þess að það sem við höfum verið að ræða hérna og Þórður sagði réttilega, þú veist, allt sem einhvers virði, það þarf að berjast fyrir því og við sjáum líka bara eins og fólk talar lýðræði og annað þvíumlíkt að það bara lítill minnihluti heimsins, lítill minnihluti íbúa heimsins sem býr við lýðræði. Við erum með fullt af, miða við svona ýmsar skilgreiningar, The Economist hefur verið að reyna að kasta mat á þetta, þá segir þetta svona 6-8% sem býr við lýðræði eins og við þekkjum hérna á Íslandi. 6-8% af öllum heimsbúum. Ég meina Indland að nafninu til lýðræðisríki en það miklu flóknara og hvert atkvæði þar og hvernig því skipt og annað, það ekki jafn beint lýðræði. Rússland þykist vera lýðræðisríki en við allir hvernig það Kína ekkert lýðræðisríki og svo framvegis þannig að við erum með sko alls konar sem við höfum fengið í arf sem hugsanlega betra fólk en við gerðu okkur kleift að njóta og við bara einhvern veginn kunnum ekkert að meta það og eins og var sagt réttilega við einhvern veginn skömmumst okkar fyrir söguna og þegar Ísland verið lýðræðisríki hérna 44 þá erum við 4. lýðveldið í Evrópu á þeim tíma. Það var bara Svíþjóð og Bretland. Hinn löndin voru hernumin eða undir einræðisstjórnum. Og þegar við erum að læra Íslandssöguna, það ekkert vakið máls á þessu. Þetta þykir ekkert merkilegt og það bara stórkostlega ákvörðun hjá okkur. Og svo sagt við nýttum okkur það að Danir voru einhvern veginn hernumdir og svikum þá svolítið og lýstum yfir sjálfstæði. Þetta allt ránt vegna þess að það lesið sagan sem Jóhannes Nordal skrifar, Lifað með öldinni og faðir hans var einmitt sendiherra Sigurður hann úti að þegar samningurinn um fullveldi gerður 1918 þá innan 25 ára á að fara fram kosning á Íslandi hvort við verðum lýðveldið ekki og við meira sér að gáum 1 ára eftir af þeim tímarama til þess að einhverju virðingu við Kristján X. Sagan, hún svolítið skrumskæld en við höfum mjög margt þar sem við eigum að vera stolt af og við eigum ekki gleyma. Hvað segir þú Þórður þetta?
akademíska stofnun? Akademíska stofnun, sko, já, það eru þetta, þú segir sko að það sé búið að skemma þær, ég er ekki alveg sammála, það er þetta búið að þynna þær út með hvers konar deildum og skólum sem munu þetta ekki standast tímans tönn, en þetta er þetta oft gerst áður, ef ég maður rétt voru það ekki 200 þýskir eðlisfræðingar sem skrifuðu undir bréf gegn Einstein á eðlisfræði hans vegna sem var gyðingur. Við erum í Lysenko í Sovjetríkjunum og við erum með ótal dæmi af Vesturlöndum annar staðar af ítökum og afskiptum trúarhópa af þróunarkenningunni af vísindum og þetta er auðvitað slæmt en þetta er engin hnignun vestrænar síðmenningar. Þetta væri það auðvitað ef engin myndin en að berjast fyrir því en þá er það líka vegna þá hnignar vestrænar síðmenningin ekki út af veikleika sínum heldur vegna þess að nennir engin að berjast fyrir henni og þá eiga menn ekki rétt á að halda henni þannig að við verum auðvitað að hafa fyrir þessu og ég held að það sé stór hópur í dag sem er fann að láta þessi mál sig varða og þetta mikið af þessum Douglas Morri er þetta saman þetta sundur og saman að háði og margi fleiri og auðvitað áttar fólk sig á því að þetta er bara vittleysa. Já, nákvæmlega. Það var bara ein örsnögg í lokin. Verða næstu 5 ár betri heldur en síðustu 5 ár, Heiðar? Á Íslandi, já. Í Portugal, Gríklandi, Ítalíu og Spáni, já. Þýskalandi nei, Fraklandi nei. Þetta er bara mismunandi en það er ekki eins og þau lönd séu bara á leiðinni til glötunar. En það sem er eðli kapitalismi, það sem er eðli, get ég sagt, svona eðlilegra hagkerfa, það er alltaf sveiflur, það þurfa að vera sveiflur, það þarf að grísja skóginn. Alveg eins og í pólitískur umræðu, það þurfa að vera sveiflur og það þarf reglulega að koma inn og grísja þar hennan skó eða illgresis akur sem er búin að vaksa þar. Já, ég held líka, ég er alveg sammála Heiðari og líka með að grísja, við tökum þess eftir því 7. og 7. áratugurins í Bandaríkjunum þegar menn reynda þóttust vera bara ná tökum á að stýra hagkerfinu og hagvöxtur var mikill að þar voru kreppur miklu tíðari eða niðursveiflur miklu tíðari en þeir eru í dag og það virðast auðvitað að vera tengst á milli þess að það séu sveiflur í hagkerfi og þau vaxi hratt og varandi það hvort það verði betra á næstu 5 árum en síðustu 5 árum já þá held ég að það verði það og þetta minnir mig alltaf á árið 2007 þegar að greiningar deild Landsbankans hélt fund og þau tóku nafni frá skýrslu sem alþjóða gjaldeyrisjóður hafði gefið út og var dregið saman og sundur háðu eftir sem var öfundsverðar langtímahorfur en menn gleymdu undirtitlinu sem var eitthvað á því að leiða það væri áhættustýringarvandamál og þetta er nákvæmlega það sem við erum með mjög öfundsverðar langtímahorfur en við erum með losartök í ríkisfjármálum við erum eina Norðurlandi þar sem raunlaun hafa hækkað frá 4. ársfjórðungi 2019 í Svíþjóð sem hafa tökum verðbólgunni niður í -7% og við vorum allt og sein að ná upp jákvæðum raunvöxtum. Það er hugsanlegt að ef eitthvað eitt af þessu þrennu hefði verið ólagi við höfum komist upp með það en að vera með þetta þrennt í ólagi að það þýðir auðvitað að við erum með verðbólgu en Seðlabankinn hefur tekið á sig rögg og raunstýrivextir þeir eru ekki inn í sögulega hámarki en þeir eru háir í kringu 4% og þeir þurfa að vera háir einhver tíma til þess að ná að vinda verðbólgun út úr kerfinum en þess að það vart með verðbólgu þá getur ekki tekið skynsamlegar efnahagslegar ákvarðanir sem kemur þá niður á fjárfestingum inn í framtíðinni og það sem er kannski verst með verðbólgu er það að það grafa undan allir samheldni og traust í hagkerfinu þannig til með í kjarasamningum þá færði þetta höfrungarhlaup þannig að þú ert að semja eitthvað og þú veist ekki hvert verðgildið verður inn í samningstíman og síðan það er alltaf þú ert með verðbólgu einhver tíma þá færðu alltaf
ákall það að ríki fara að hlutast til verðmyndunarkerfið og við höfum heyrt að Ameríku með greedflation og hvort að stórmarkaðir séu okra sem þetta bara alls saman þvæla vegna við erum með eftirspurna drifna verðbólgu sem sést á því að við erum með atvinnuþátttöku í hámarki og atvinnuleysi í lágmarki og menn eru virkilega að velta fyrir sig hvort þessi þensla eða bara markaðsbrestnaður á húsnæðismarkaði sem þetta fullkomlega galin staða. En að því sögðu að þá ég mjög bjartsýnn og ég held að næstu 5 ár verði mjög góð. Þar hafið það, kaupið Tesluna, eignist þriðja barnið, bókið tenniferðina, það eru bjartir tíma framöndan. Sólskýrstrengirnir, Heiðar Guðjónsson og Þórður Pálsson, takk æðislega fyrir að koma, þangað til næst og takk æðislega fyrir að mæta. Takk alveg.